Þannig eftir 5 ár núna, það bara að handa hotsins 2030, að þá 45% af fólki sem á eigið húsnæði, það orðið minnihluta. Þetta bara, eins og við sjáum þetta hvergi umræðinni, þetta rosalega, sjáum við sitt félagslega kerfið og svo framvegis, sjáum við bara þú kemur á efri árin, ef þú ert á leigumarkanum, og nú vitna ég bara í skattframtölin, ef þú ert á leigumarkanum, þá átt að jafna þig kringum 1 milljón. Ef þú átt eigið húsnæði, þá þetta allt öðrum stað og tala nú ekki þau eru 2. Þannig að þú veist, það himin og haf eignastaðan því að eini raunverulegi möguleiki almennings á eignast eitthvað íbúðin. En núna var ég að hlusta á hérna rauðaborðið í gær, þar sem að vera að ræða þessi mál og verið að tala það þyrfti að setja meira í verkefni sem að lúta hérna eftirspurnarhliðinni, sem að ég var hjartanlega ósammála, en við erum svo sem búin að komast aðeins inn á það. En það var samt bent á það að núna bæði eftirspurnarvandi og framboðsvandi sem að væri þannig byggður að það væri fullt af íbúðum sem að væri ekki að seljast út af þeir eru alltaf dýrar. Þá var bent á að hérna það væri aðalega sem að væru svo gráðugir að þeir væru að reyna að maka krókinn og væri þess vegna ekki að selja út af þeir bara að bíða eftir að verðbólgan myndi bara sjá til þess að húsnæði myndi hækka þannig að fólk myndi þurfa að kaupa þessar eignir. Hvert svarið við þessu?